Já, pólitíkin logar. Í þessu töluðum orðum til dæmis hitafundur upp á Akranesi þar sem að fólk mætir til þess að gagnrýna og reyna að knýja á breytingar á ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur að fresta hvalveiðivertíðinni. Það mál sem fór mjög illa í grasrót Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Það deilt það. Það deilt fleiri mál. Margt fólk inn í VG ósátt við hvernig Sjálfstæðisflokkurinn að þröngva í gegn breytingu á áfengissölu. Telja að það eigi að ræða það mál, að þetta sé ákvörðun að breyta heilbrigðisstefnunni, lýðheilsustefnunni. VG líka ósátt við svona, ég veit ekki hvort ég að kalla það stefnubreytingu, kannski frekar áherslubreytingu Sjálfstæðisflokksins sem eiginlega boða aukna hörku í flóttamannamálum eins og það væri kallað. Það eins og allir flokkarnir sem eiginlega undirbúa sig undir kosningar. VG flaggar hvalamálum, Sjálfstæðisflokkurinn flaggar harðri andstöðu boðar harðari aðgerðir í flóttamannamálum. Sigurður Ingi, formaður Framsóknarflokksins, heldur fundi alla daga og sýnir glæru hvernig hann ætlar að bora göng eða byggja upp húsnæði langt inn í framtíðina. Og maður veltir fyrir sér hvort að þetta séu málin sem að raunverulega ágreiningur eða hvort að ástæðan fyrir því að flokkarnir láta svona að þeir geta raunverulega ekki komið sér saman eða móta stefnu í þeim málum sem eru mest aðkallandi, sem eru efnahagsmálin, lífskjarakreppan, aukin verðbólga og sýnileg átök á vinnumarkaði næsta haust. Að það sé að renna upp fyrir flokkunum að þau eru bara ekki tilbúin í þetta, allavega ekki saman og séu kannski að undirbúa sig að láta pólitíkina snúast þá bara eitthvað allt annað og að fara í kosningar með það markmiði að láta þær snúast eitthvað allt annað en efnahagsástandið. En til þess að reyna átt okkur á því hvert raunverulega verkefnin væru í efnahagnum, ef ég fengi hingað Ásgeir Brynjar Torfason til þess að hjálpa mér við að skilja það. Hvað segjum þetta væri rétt útlistun hjá mér að stjórnarlega væri svolítið ættu í erfiðleikum með að horfast í augu við kannski þau verkefni sem ættu sannarlega að vera að glíma við. Hvað væri það sem að ríkisstjórnin ætti að vera að hugsa til þess að bæta lífskjarakreppuna, til þess að vinna á verðbólgunni, til þess að styrkja efnahaginn, til þess að draga úr ofþenslunni? Hvað það sem við ættum að horfa á? Það eiginlega svolítið eins og að vera runnin út á tíma núna og þess vegna sé panikið mögulega. Það sé fyrst núna að renna upp fyrir fólkinu við stjórnvöldin það sem við höfum verið að ræða hér allt síðast ár. Það sé að það hefði þurft að hækka skattana í fyrra og á þessu ári en ekki að boða það aðhald í fjármálaáætlun eða breyttir í fjármálaáætlun fyrir næsta ári eða þar næsta ár. Og eiginlega hækkun á fyrirtækjasköttum eftir næsta áramót. Já, og þetta svo hræðilega vont að því núna birtist hér og í Bretlandi hvernig verðbólgan sé að festast í sessi meðan hún farin að lækka í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu. Þetta einhverju leyti svona tengt við eyríki og einangruð eða sem eru fyrir utan markaðin eða bara hálfvinna á honum að þá missir af einhvern veginn því að ná að takast á við þetta. Ég var nú að koma frá Evrópu bara í gær og það undir 3% verðbólgu, bæði Spáni og Grikklandi. Þjóðverjar lækkuðu kortið í Sund niður í 15.000 kall. Það náttúrulega svona ofþensla eins og hér. Reyndar ekki ofþensla í Bretlandi heldur? Nei, en við hækkuðum sundkortið og sundkortið hér kostar þrefalt á í sundkortið í Þýskalandi og þeir eru ekki með heitt vatn. Það voru fjöldi svona aðgerðar, lækka í lestarnar, strætóin. Jafnvel það sem var lækka í COVID, það var ekki hækka tilbaka eða þá bara pínu lítið, ekki upp í það sem það var áður. Hér var allt hækkað til þess að reyna að láta ríkis útgjöldin einhvern veginn ganga upp en samt ríki hér reiki með halla ennþá meðan að Grikkland komið í jákvæðan rekstur, lækkaði sína ríkisskuldir 20% í fyrra.
við erum að bæta við þær ennþá. Þannig að sko og svo kemur OECD með skýrslu úttekt og segir það meiri sé að gagnrýnir loftslags aðgerðaleysið hér á landi og maður heyrir bara hvers að þannig að tala meiri virkjanir sem einhvers konar lausn við því sem alveg það alveg furðulegar þversagnir í aðgerðunum. Sigurður Ingi sem varst að segja tilkynir áframhald á hlutdeildarlánunum þegar að sko Seðlabankinn að reyna að lækka húsnæðisverð að þá á að lána fólki verðtryggt viðbótarlán. Ég bara rétt búin að skoða þetta en fyrir mér virðist þetta sko vera hálfstór hættulega sko því það verða það sem taka lánin. Já. Það getur lent í vandræðum eftir 10 ár þegar ríkið vill fá peningi tilbaka. Það lítur svolítið þannig út núna og þetta gengur á móti því sem verið að vinna annars staðar. Þetta voðalega fínt kerfi fyrir eins og ástandi sem var þegar húsnæðisverð var að hækka meira en verðbólgan. Og ég sé ekki hvernig þetta á að draga verðbólga eða draga þenslu á húsnæðismarkaði sko. Þannig að þetta er mjög áhyggjuvaldandi hvernig efnahagsaðgerðina hérna eru svo úr takti við það sem er að gerast annars staðar og við það sem þyrfti að vera að gera hér. En ef við hérna reynum að greina á milli, einhver leiti er vandi íslenska stjórnvalda annar en Evrópu. Já. Hér er mikil þensla, hér er hérna, flestir og ammaður að byrja að kvarta yfir of miklu vexti ferðaþjónustunnar. Már Guðmundsson núna síðast og miklu fleiri sem hafa verið að benda á þetta. Stefán Ólafsson, við getum nefnt það. Það er bara ferðaþjónustunnar vaxi allt og rætt og það er bara sem hefur bæði áhrif á því að það er svona verið ofheitnum í hagkerfinu en það reynir líka á grunnkerfi eins og húsnæðiskerfið. Já. Það er hérna mennta- og heilbrigðiskerfið sem er að bresta. Það er oft verið að tala að sjálfstæðisflokkurinn reyna að halda því fram að þetta sé flóttafólkinu að kenna en það er náttúrulega miklu meiri áhrif af hröðum uppvexti ferðaþjónustunnar sem er álag á grunnkerfi. Við erum að verða 400.000, það eru 70.000 íbúar sem eru fæddir annars staðar sem að við höfum einhvern veginn bara ætlað að taka sko jákvæða hlutan af svona í vertíðarandanum en ekki átta okkur á því að við þurfum uppbyggingu samhliða því. Við getum ekki Þetta fólk þarf húsnæði og heilbrigðisþjónustu og menntaþjónustu eins og allt annað. Ég meina, ég var út á Greiklandi, Krít er að byggja nýjan alþjóðaflugvöll. Krít er ekkert mikið stærra en Ísland, 250.000 fleiri. Þeir eru með 8 miljón ferðamenn, er að byggja nýjan alþjóðaflugvöll. Þannig að ferðamennum er fjölga í 16 miljónir. En það er líka verið að byggja upp svona resort, svona hótel og aðstöðu fyrir ferðamennina til þess að taka á móti þeim og að sjálfsögðu er náttúrulega stækkaðir þá allir innviðir samhliða því að því að þú getur ekki bara fyrst byggt flugvöllin og svo ætla að redda hinum að þú getur ekki bara byrja að fá okkar flugvélar hérna til Akureyrar ef það er ekki síðan til hótelrými þar hérna. Það bókar engin flug að hann getur ekki bóka hótel. En líklega vantar ekki svo mikið hótel hérna því að einhvern veginn þegar ég var reyna áttum á þessu þá var sagt að til dæmis samdrátturinn í byggingu íbúðarhúsnæðis að það var ekki sambærilegur samdráttur í byggingu hótelum. Nei. Því að þar er svo mikil vöxtu framundan, þar er hérna þeir sem er að byggja þau eru bjartsýnir framtíðina, vaxtahækkunin hefur minni áhrif á það, dregur hefur ekkert úr þeim. Ef við þetta horfa fram á 20, 30, 40, 50% sko vöxt í greininni, þá hefur hérna 1%, 2%, 3% vaxtahækkun sáralítil áhrif á því og meðan að kannski að þeir sem ætti að fara að kaupa dýra íbúðarhúsnæði sem að gefa frá verktökunum að það er bara too much. Já. Nei, og þetta er vissuleiti svona böl hvað er að ganga vel. Hagvöxturinn hérna er meira en í Kína, sko. Og við ráðum bara ekki við þetta, eins og Már sagði þessu mjög merkilega viðtali í afmælisriti vísbendingar og ég held að sé opið á vefnum hjá Heimildinni eða vísbendingu þetta viðtala. Við vísum á það á samstöðinni, þú getur farið á samstöðinu og fundið viðtalið. Eiginlega merkilegasti punkturinn í því viðtali sem mér fannst var þegar hann var að leiðrétta mjög alvarlegan misskilning hér á landi varðandi það hvað aðhald í ríkisfjármálum þýðir. Það er ekki niðurskurður eða endilega draga úr útgjöldum. Aðhald ríkisfjármálana getur birst í því að hækka skattana.
eins og við höfum verið að ræða hér allt síðast ár, en bara svona siðavandir seðlabankamenn, þeir fara ekki inn á svið pólitíkurinnar eða segja beint út við ríkisstjórn, þið þurfið að hækka skatta. Það er gert með þessum milda orðalagi. Það þarf að auka aðhald ríkisfjármála og það er ekki endilega niðurskurður. Það er betri leið til að draga verðbólgunni, að draga fjármagn út úr hagkerfinu frá þeim sem eru með ómikið fjármagn, en ekki þeim sem eru lægst niðri að berjast við lífskjarakrísuna. Og að þetta hafi ekki verið gert og það, ef að það er megin skilningurinn þannig einhvern veginn miskiln á þessu grundvallar hugtæki, og fyrir seðlabankastjóri þarf að koma í svona starfsloka viðtali á nokkurum árum eftir hann hættir að sko, við erum búin að horfa upp á 2-3 ár þar sem þetta er ekki gert, var ekki gert, að það gerir vandan svo miklu meiri núna og allar reddingar eftir á svona lappa upp á verða miklu erfiðara þegar menn sinntu ekki efnaðarstjórnuninni þegar það þurfti mest á því að halda. Það er sérlega alvarlegt að reka ríkissjóð með halla þegar verðbólgan er komin og hún er svona mikil. Þó það hafi verið sérlega gott að reka ríkissjóð með halla í COVID faraldrinum, að þá mátti ekki bara halda því partíi áfram og það var mjög auðvelt að hækka vextina, hækka skattana, frekar heldur en að hækka vextina. En varðandi ferðaþjónustuna, þá Már talar aðhaldsaðgerðir og meðal annars skattahækkanir. Hann talar líka sko að það þurfi að leggja á sérstakka skatta á ferðaþjónustuna. Hann reyndar segir það ekki, hann er reynir að vera kurteis, en hann þylur þetta upp sko, gistináttagjald og komugjald og allt þetta. En ég ætla svo sem þetta eru bara ákvörðun stjórnmála og hvað hann ætla að gera, en hann nefnir allt saman. OECD hefur líka lagt til að það sem er þetta að kalla skattaafsláttur til ferðaþjónustunnar í lægra virðisaukaskattsþrepi, 11% virðisauka, sem er líklega lægsta í Evrópu. Stórskaðlegt. Þannig að eina af aðgerðum mætti að vera að setja ykkur hömlur á vöxt ferðaþjónustunnar. Já, og bara náttúrulega sko, komugjöld, þetta var áætlað 2019 þegar flugfélagi fór á hausinn og þetta er nú bara meira sér í álitsgerð fjármálaráðs þá 2019 gagnrýndi við ráðið það sem er mjög óvenjulegt af því að við vorum með svona ráð líkt og Seðlabanka passa sig að fara ekki inn og segja hvort þú að skera niður að hækka skatta, fara ekki inn á ákveðin svið, en þarna var ástandið svo alvarlegt að við tókum það fram í álitsgerðinni að það væri mjög slæmt að vera að fresta eða því var fresta þá að það er ekki ennþá komið á komugjöld og að það vera að gefa eftir skatttekjur það á svona stórvaxandi grein því að ég meina, þetta er í öllum borgum og bæjum gistináttagjald og þetta er hinn klassísku allt og miklu völd sérhagsmunahópana. Og það hefði verið tafið þannig að þú nefna að þetta hefði átt að koma 2019 en þá hafði það verið ákaflega lengi á leiðinni, við vorum að velkjast í ríkisstjórn, nokkru ríkisstjórnum og loksins þegar það búið ákveða þá var gripið fyrsta tækifæri til þess að fella það niður. Og við erum bara borgað þetta með okkar venjulegu skottum þá, þessa uppbyggingu á vegakerfinu og heilbrigðiskerfinu sem þarf fyrir þessa ferðaþjónustu og við borgum það ekki vegna þess að það er ekki uppbygging. Nei, já, þarf ekki. Þannig að við borgum þetta með því að það er bara lengri tími að bíða eftir heimilislækni, að það er húsnæðismarkaðurinn er bara stjórnlaus. Ég veit ekki hvað leigjendur eru að borga í hverju mánuði sem að vera eftir að reikna út sem ofhá leiga út af ástandinu. Það er náttúrulega ótrúlega skattheimta á leigjendum að láta þú búa við brotið húsnæðis. Það skiptir 20 milljarða ári sem að leigjendur eru að borga hér út af hagstjórnarmistökum. Þetta er eiginlega svona mínar verstu áhyggjur frá sem síðustu 2 árum sem við verðum að ræða með þetta hérna er einhvern veginn bara líta bara verr og verr út og það kom óvart núna í vikunni í Bretlandi að verðbólgan þar er að festast líka í sessi ólíkt í kring og Seðlabanki þar hækkaði 0,5%. Ég meina hér erum við náttúrulega komin langt fram úr öllum öðrum
og þó menn hafa fengið verðlaun fyrir að vera fyrstir í að hækka að þó við höfum verið fyrst í að hækka og hækka mest, að þá erum við samt eins og Bretland með á breiðum grunni viðvarandi verðbólgu sem verðist ekki vera að fara niður og það er hræðilegt ástand og það er það þyrfti að vera svo margt gert samhliða eins og við værum í raun og veru faraldursástandinu þegar voru gerðir alls konar hluti sem voru ómögulegir. Þar að ekki þyrftu við að vera að gera það út af loftslagsmálunum eins og fráfarandi loftslagsráðu var að benda á. Og OECD meiri sé að blanda sig inn í að það er ekki verið að fylgja eftir stefnunum sem er sett með loftslagsmáluna því að við erum bara að menga mest og gerum einhvern veginn ekkert í því. Sko. Ég meina Aþena er að byggja metrókerfi bara eins og er í Kaupmannahöfn og það er tilbúið eftir 2-3 ár. Torino er búið að því fyrir nokkrum árum. Þú veist, ég meina Ítalía, þú veist, það er búið að vera að taka á málum á undanförnum árum og svo var bætt í sérstaklega í faraldrinum og lögð áhersla á að það væri next generation fyrir komandi kynslóðir, auka recovery og resilience, þannig að auka þróttin og vera viðbúin öllum þessum áskorunum sem koma af loftslagsmánni, að nýta það sem að farði að gera í faraldrinum til þess að búa til betra og sterkara samfélag og síðan kemur þetta stríð þar að auki og þá þurfum við að auka í þau útgjöld en þetta er verið að gera á öllum sviðum nýja hluti í gegnum alla Evrópu með það sem ég hef séð á ferðum mínum þar en hérna einhvern veginn er eins og að það hafi bara átt að keyra þetta áfram eins og við rödduðumst í gegnum hitt einhvern veginn ekki að taka á neinum erfiðum málum að því það er erfitt að komast að niðurstöðum það og þá verður bara allt verra og svo endanum einhvern veginn hrynur undan því og þá, ef að það er rétt greiningin þín að þetta sé bara svona lafi saman á hver flokkur sé að gera sitt og það sé raunverulega engin sameiginleg efnahagstjórn þegar hún það er ekki bara ég sem er að segja það er bara allir að segja það en hún tala við þingmenn inn í stjórnarliðinu sem er að segja það sko. En hún þyrfti að vera það sko á loftslagsmálunum eins og OECD og loftslagsráð segir þyrfti að vera samvinna í öllum aðgerðum milli ráðuneyta og það þyrfti líka út af verðbólgunni og efnahagsástandinu þessum þverstæðum, það er svo mikill hagvöxtur en líka mikill verðbólga. Það gengur svo vel á sumum sviðum en svo illa á öðrum og þá þarf að beita samhæfðum og jafnvel óhefbundnum aðgerðum til að stemma það af en ekki bara einhvern veginn vona að það reddist og svo verður allt verra og verra. Hver eru verkefni? Það eitt af verkefnunum er að stoppa ofþensluna í hagkerfinu með því að setja einhverja smá ankeri á vöxt ferðaþjónustunnar eða væri ástæðan fyrir að það þarf að gera er að samfélagið bara ræður ekki við þessa fjölgun íbúa sem að ferðaþjónustunum kallar á. Það er á fyrsta ársfjórðungi þessa árs að þá fjölgaði íbúðum 3,6% frá fyrsta ársfjórðungi árið undan. Þannig að það var 3,1% í fyrra. Þannig að sko vöxturinn er ennþá á miklu svingi. Er það ástæðan að við verðum að hafa minni hagvöxt eða er ástæðan svo að við verðum að vegna þess að hagvöxturinn er drifin áfram að ferðaþjónustunni sem er svo vinnuaflsfrek grein sem leggur svo mikið álag á svona grunninnviðina að við þolum ekki sko vöxt hennar sko sérstaklega vegna þess hvaða áhrif hún hefur á grunnkerfi samfélagsins. Sko, við myndum alveg þola það. Ef við byggðum grunnkerfin. Ef við myndum skattleggjana, bæði með og nota peningana í því að byggja það upp en ekki að nota þá í einhver aðra milsu. Sko. Þannig að en þetta þarf að vera á mörgum sviðum aðgerðir skattleggja sko fyrirtækin sem það þola, ekki endilega smáfyrirtækin heldur skattleggja fyrirtækin sem eru að hluta til að kynda undir þenslunni, skattleggja efri millisettina þá sem hafa það gott í samfélaginu sem eru að kynda undir þenslunni, því það er ekki neðra lagið sem er að kynda undir þenslunni. Og þannig færðu meiri tekjur inn í ríkissjóðinn til að byggja upp það sem þarf að byggja upp til að standa undir þessari
fjölgun, því sko hún út af fyrir sig áskorun, eins og við sjáum bara í leikskólaplásum og svona, það er náttúrulega byggja fullt af leikskólum og skólum og það þarf að byggja stærri spítala eða hraðar eða stekka fleiri spítala, þú veist það kerfið, ég meina við erum að fara úr því, það er örstuð síðan við vorum 250.000 eða 300.000 og við erum að verða í árslok kannski 400.000 og við getum ekki bara verið að sko taka hagvöxtin af því og hagnaðinn og dreifa honum á efri helmingin og einhvern veginn halda síðan að hitt reddist bara með sko. Vöxtur í ferðarþjónustunnar er kannski jákvætt fyrirbrigði, ætti að vera ef að teksta haldunum þannig að hann raski ekki náttúru og samfélaginu. Fjölgun Íslendinga ætti að vera jákvætt fyrirbrigði ef maður horfið út frá hagfræðilegu sjónarmiði að fá hinga fólk inn á vinnualdri án þess að hafa kostað til uppeldis þess og fleira er náttúrulega bara happatættisvinningur. En samt virðist sko umræðan í stjórnmálum vera snúist inn á það að þetta sé ekki ávinningur að fá allt þetta fólk hingað til lands, heldur sé þetta bara kostnaður. Já, er það ekki bara einhvers konar flótti frá sko stóra vandamálinu sem þú átt að vera kljást við, sem er úrlausnarefnið og þá er svona auðveldar að taka finna eitthvað svona utanakomandi óvinn eða taka eitthvað svona einfaldan þátt og leggja kastljósið á hann. Þetta er svolítið sko ber keim af svona populískri aðferðarfræði meðan að populistanir eru að tapa og deyja og hverfa fallit á þingi og fá sér ákærur í heiminum í kringum okkur þá er það ekki íkjur. Ef þú horfir á til dæmis Finnland, þar eru þeir í stjórn, Svíþjóð eru í stjórn, Ítalíu eru þeir í stjórn. Ég spái því að Vox fari í stjórn sko á Spáni núna bara í næsta mánuði. Þannig að ég meina svona flokkar eru að þeirra vægi er að aukast á ótrúlegustu stöðum að því að við erum að lifa svo ótrúlega umbrotatíma, ekki bara með stríðinu, heldur líka loftslagsvóni og afleiðingunum af faraldrinum og verðbólgunni sem að kom allt í einu skyndilega. Allt þetta saman hjálpar til fyrir svona, en ég var nú svona að vísa í þessa stóru frægu Trump og Bolsonaro síðustu ára. Þannig ég svona trú á sko réttaríkið og lýðræðisleiðin út úr því þegar að fólk sér sko afleiðingar, en við vorum hérna það er ekki alltaf pólitískt sko, það er ekki en sigur að koma andstæðingi sínum í fangelsi. Lula satt til dæmis í fangelsi, hann er núna forseti í Brasilíu. Það er ekki að sjá að sko málaferli gegn Trump drægi úr vinsældum þess. Nei, en það held ég að það sé nú ekki endilega markmið að koma í fangelsi, það er að vera að tryggja að hann fari ekki framboð fyrir flokkinn heldur en annar. En þessi aðferði að nota sko kærur og dómstóla í pólitískri baráttu, það er ekki alltaf sem að það er en best að vinna í pólitík að vinna pólitísku glímu. Já, en við verðum að sko trúa, og það var nú hérna stórfundur og öll ríki Evrópu meir og minna að treysta grundvöldur réttaríkisins og þá verðum við líka að fylgja þeim sko reglum og aðferðum sjálf. Við getum ekki bara sagst að leggja niður einhverja stofnun að því okkur líkar hún ekki, jável þó að það sé bankasýsla ríkisins, við verðum að fylgja reglum, ég held hún síðan þá til stafnum, það var að veita áminningu eða fara í skipulagsbreytingar og koma það maður eða, ég meina, það er ekki hægt að boða bara lagabreitingum að auka völd ríkissáttasemjara í miðri deilu einhvern veginn til þess að þú byrði ekki til sátt með því, skilur, það verður að sko trúa, treysta og fylgja reglum réttaríkisins og lýðræðislegum aðferðum til að takast á við vandan sem við erum sko að glíma við, sem ég held að bara allt og margir hérlendis átti sig ekki á hversu mikill orðin og búin að verða að byggjast upp. Ég meina, Grikkir voru í mjög mörg ár að vinna sig út úr sinni kreppu, eru í fínni uppsveiflu núna, þó að hagvöxturinn sé ekki nógu mikill, að þá er fjárfesting það, þeir eru að
borga niður skuldinar, vextinir af þeirra skuldum ekki á miklir, þeir eru með tekjur, þú veist, Grikkir eru að borga helmingi meira af sinni landsframleiðslu í barnabætur en við. Þeir eru að skattleggja 39% af landsframleiðslunni, við erum með 35%. Þú veist, það er eins og við höfum svona komist upp með að láta svo margt slæta og svona treysta á að myndi reddast og það hefur reddast að því við fengum ferðarþjónustu eftir hrun og svo fengum við fullt af peningum út úr slitabúunum og svo borgum niður skuldir og svo þú veist, þannig að eiginlega hefur allt og margt reddast of vel og þess vegna held ég við séum í þessum erfiða graut núna sem einhvern veginn enginn vill horfa á vandan í miðjunni heldur benda á eitthvað eða fókusir á eitthvað svona smáatriði fyrir utan stóra vandan. Ok, en hvert getur þetta þróast? Það er ekkert sem betur til þess að dragi úr vexti ferðarþjónustunnar. Það er ekkert sem betur til þess að dragi úr þar með það að flytja inn fólk til þess að sinna þessu. Það mun þar alveg ekki draga úr álaginu á grunnkerfin. Það er ekkert sem betur til þess að ríkisstjórnin sé með einhver átök í því. Ég held að það var nú Björn Ingi Hrafnsson sem var einu svona áhrifamaður í Framsóknarflokknum vakt upp viljan sem er svona hans prívat fjölmiðill í dag til þess að skrifa ástand á stjórnarheimilinu og hann sagði meðal annars að það er enginn sem að trúir glærusýningum Sigurðar Inga. Það sem hann er að boða stórfellda uppbyggingu í húsnæðismálum eða jarðborunum eða öðru slíku þegar fjármálaráðherrann er hinum megin að boða stórkostlegt aðhald. Það vita allir að þetta er ekki raunveruleiki sem hefur verið að sýna á glærunum. Þannig að það er engin svona alvöru vilji í innviða uppbyggingu sem að þessi ríkisstjórn þó 2017 var einhverjulega byggð í kringum. Það voru svona væntingar að þetta er ríkisstjórnin sem ætlaði bara að byggja hér upp innviði og allir eru svo ánægðir með lengi. Þannig að þróunin er svona fyrirsjáanleg þessi. Ég veit ekki hvað þú viljið spá verðbólguna, hún var ekkert svívirðilega há síðasta mæling, það kemur ný mæling núna í næstu viku. Já, varðandi verðbólguna, hún er mæling á hækkun frá því fyrir ári. Þess vegna er hún að fara niður út í Evrópu og í Bandaríkjunum, af því að það var toppur og síðan virk samkeppni þar þannig að menn leyfa sér get ekkert leyft sér að halda áfram að hækka. Það sem að gerðist strax í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu þá hækkaði snöggt orkuverð sem að ýtti verðbólgunar upp. Nú er þetta meira en 12 mánuði síðan það var og þar lendir þetta ekki að mælast núna. En hér reyndar eins og í Bretlandi, þar er hún líka ennþá upp að því þar eru launahækkanir vegna þess að það er skortur á vinnuafli og þeir geti ekki einu svona flutt inn vinnuafli á Evrópusambandinu eins og við getum þó ennþá. Þannig að þar er hún að halda áfram og matarverð, það var nú skortur og eggjum og alls konar þar, þú veist, út af því að þeir fóru út úr Evrópusambandinu og þá fengu þeir viðbótar vanda en hér á landi er síðan þar að auki þetta rugl með að við mælum húsnæðisliðin í verðbólgunni öðruvísi. Þannig við erum búin að búa til, þú veist, við bjuggum til með lækkun vaxtana í COVID, hækkun á húsnæðisverðinu með aðgerðum Seðlabankans og núna erum við síðan að búa til áframhaldandi verðbólgu með í raun og veru því hvernig við mælum verðbólgun og skortinu sem er á húsnæðinu þó að raunverðið sé ekki hækka eins mikið á var að gera og raunverð atvinnuhúsnæði sé raun og veru að lækka þá er svo mikil skortur á íbúðarhúsnæði ennþá að það allavega dregur ekki úr verðbólgunni og ef við tökum það í burtu sem er svona samræmda vísitalan sem að Evrópska hagstofan tekur saman að þá er meiri verðbólgu í Íslandi svo þetta fara svolítið til Austur-Evrópu til þess að finna við erum orðin aftur svona skjön við okkar heimsluta. Já, og við síðan náttúrulega flytjum inn og menn er eitthvað kannski að vonast til að núna þegar verðbólgan sé að minnka erlendis að við getum farið að flytja inn þá minni innflutta verðbólgu en og svo ætti náttúrulega krónan að styrkjast raunverulega með þessum ferðamannaströmi. Já, en þar á Seðlabankinn að vera með tæki og tól til að fylgjast með og hafa áhrif en þar er kannski vissvandi ef að menn trúa á annars vegar í verðbólgustýringunni
bestu vísitölumælingu heimi sem öðruvísin aðrir með og trúa á eina kenningu umfram aðra varðandi peningamagni að það muni samkvæmt módelinu eiga að ná að lækka verðbólguna með hækkun stýrivaxtana, að þá sko það alveg ótrúlegt að horfa á hér þegar hún síðan gerir það ekki einmitt, af því að úti í heimi svo lífleg umræða, meiri sem meðal mainstream-sagfræðinga fyllilega viðkennt að verðbólgan nú bara svo flóki. Þeir eru búin að læra það á síðustu 2 árum eða síðasta ári að atvinnuleysi átt að fara upp samkvæmt þeirra kenningum þegar stýrivextin og hækkanir, það gera ekki og þeir viðkenna það sé bara svona einhver ráðgáta og þeir viðkenna meira og minna núna mainstream-sagfræðingarnir að verðbólgan nú flóki fyrir bara og við vitum í raun og veru ekki alveg í kenningum þjóðhagfræðinnar hvernig verðbólgan myndast. En hér einhvern veginn látið eins og menn viti það alveg upp í Seðlabanka og séu búin að rekna það út og muni hækka stýrivextina bara á í síðan ferðamanna bólunni þar sem við heldur hagvextinum að þá þetta einhvern veginn bara hræðilegt upp á að horfa þegar maður búin að vera burtu lengi og fylgjast með alþjóðlegum umræðu sem á allt öðrum stað. Aðeins og verðbólguna að innflutt verðbólga hún að minnka. Það ekki sérstök hætta á því að verðbólga hækki vegna falls krónunnar. Hvaðan kemur það verðbólga? Þá er þetta bara innlendur kostnaður sem að hækka, innlend neysla, innlend afleiðingar af innlendri þenslu, svakara verðskinni, meiri fákeppni. Bæði það sem kallað út í greedflation, sem verðbólga vegna hagnaðaraukningarnar, en líka hér vegna launahækkana. Það voru að koma tölur, ég sá það bara í morgun eða gær, ég meina Launavísitalan hækkun 0,6 það er bara nákvæmlega sama og var hækkun verðbólgunar í maí, það í fyrsta skipti í næstuði í heilt ár. Það sem á síðustu 12 mánuðum að launavísitalan heldur í við verðbólgu sem að bendi til að sé eitthvað launaskrið þannig. Og það í svona miklum hagvexti og það sem skortur á vinnuafli, það bara einhvern veginn ég sé ekki eðlilegt en viðbúið við hverju öðru ætluðum en að búast og þá viðbragð, þá þurfum við bara að hækka 2% stýrivexti næst og meðan að út í heimi öll áherslan á, það þarf að hækka vextina en óvarlega þannig við keyrum hagkerfið ekki inn í samdrátt og við þurfum að finna þetta jafnvægi. Hér einhvern veginn umræðan á allt öðrum stað, bæði vegna þess hvernig menn trú á kenningar upp í Seðlabanka og hins vegar hvernig þenslan og þá, ég átta mig bara ekki á hvernig það mun endað, af því að hvenær menn fá raunveruleikan í andlitið og átta sig á kannski að kenningarna sé ekki alveg í samræmi af því að það á vísað í svona stórmerkilegu viðtali við Seðlabankastjórann í Morgunblaðinu að það sé hagfræði, grundvallar hagfræði en út í heimi það viðkennt að þetta sé svona í grunnkursum í hagfræði kennt en það sé nú ekki þannig sem raunveruleikin virki en hér keyrum við efnahagsstefnu eftir þeim grunnkursum í hagfræði og einföldu líkunum sem að út í heimi fyllilega viðkennt að stemma ekki við raunveruleikann og ekki allt og einfaldar forsendur. Kannski við bara með og einfaldan svona umræðu vettvang á Íslandi, hann þóli ekki flókin veruleika, verði bara að tala út frá okkur mótmælum. En við erum búin að vera að tala mest hvað ríkisstjórnin hefði átt að gera. Framundan eru síðan kjarasamningar og þú nefndir hann með launaskrið. Þegar það næstu 10% verðbólga og það launaskrið og þá það hækkanir sem að fara svona frekar í efri hluta launastigans því að þeir sem eru neðar hafa færri tæki til þess að þrýsta á launahækkanir. Tala ekki þegar mikill innflutningur á starfsfólki sem að dettur bara inn á bergstrípaða taxtana að ég held að sé þannig að flest þessi mannaflsfreku ferða þjónustu fyrirtæki og byggingafyrirtæki og fleiri taki bara inn fólk á lægstu töxtum. Þannig að það eykur enn svona ójafnvægið í aðdraganda kjarasamninga þar sem að lægstlaunaða fólkið mun
það er búið að fá alla sína hækkanir núna og síðan með verðbólga bara éta það í júní og júlí og ágúst og september og október og nóvember og desember og janúar og það er engar varnir fyrir því, ekki launaskrið til þess að bæta það upp eða neitt, engar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að laga þetta í gegnum skattkerfið, þannig að það mun verða vaxandi krafa töluverðar kjarabætur til hinna lægstlaunu þegar að hinir sem eru kannski fyrir ofan eru búin að taka inn einhverja kjarabætur með launaskriði. Og þá horfir, eins og við vitum, þá horfir Seðlabankinn og ríkisstjórnin á leiksvið og segir við getum ekki látið fátækafólki fá launahækkanir því að það mun þá fara upp til þeirra sem eru þegar búin að fá það. Og þannig að það verður ákafur vilji stjórnvalda að standa gegn kröfum verkalýðshreyfingarinnar raunverulega, bara eiginlega kjara leiðréttingu. Og til þess að geta veitt hana, ef ég má halda á, að þá þyrfti ríkisstjórnin að breyta skattkerfinu þannig að því að það er núna, það er svo mikið tekjutengt allar bætur og meira segja persónuafsláttur og annað slíkt að ef að fólk sem er með 450.000 krónur í laun núna fær 50.000 krónur í launahækkun að þá mun lækka húsnæðisbætunar hjá því, vaxtabætunar og barnabætunar, þannig að kannski þegar upp er staðið að þá tekur Bjarni Benediktsson kannski 28 skall af þessar uppæð, en fólki fær bara 23, þannig að það bara kerfið sjálft er einhvern veginn þannig uppbyggt að það er eiginlega vonlaust að bæta kjör hinna verðsettu. Já, og nota benni höldum þeim staðrendum samtlaga, þær hafa verið bættar kjör í neðsta hlutanum undanfarin ár, en sem það var verið áherslan í síðustu samningum, alveg frá 2015. Já, og það var í vissuleiti leiðrétting frá hrunn, þannig að það er ekki eins og það hefur verið einhver efnahagsstefnuleg breyting, það var bara að vinna upp hrapið það. Og þá var ég að geta þess að eftir hrun að þá var skertar örorkulífeyrir og ellilífeyrir og það hefur ekki verið leiðrétt. Þannig að það setur ennþá eftir. En verkalýðurinn, honum hefur tekist í gennum samningana 2015 í lífskjarasamningana, einhver leiti í síðustu samningum, að svona reyna að halda í horfinu. Já, og aftur, svo ég vísi í alþjóðlegu umræðuna út í heimi, þar er talað það af hagfræðingunum bara sem eðlilegt að kjara baráttan felist í að vinna upp tapið af verðbólgunni eða halda í við verðbólguna. Kannski það sé 1-2% raunlauna lækkun í staðan fyrir 1-2% raunlauna hækkun. Þú veist, maður er einhverjum svona baráttan er á því bili þar, en engin hagfræðingur út í heimi vill keyra inn raunlauna lækkun og sérstaklega ekki á þeim lægst launuðu að því að það mun keyra hagkerfi í samdrátt. Við erum hérna einhvern veginn síðan með mikla hagvöxt og síðan þetta bjagaða gap í struktúr samfélagsins sem er búið að gliðna og vaksa og að hluta til byggt á skattkerfinu og uppbyggingu þess og hluta til á þessari þverstæðu að við erum að reyna að þykjast vera norrænt velferðaríki en erum með skatthlutfall á við Engilsaxnesk, Bretland, Bandaríkja 35% bara í meðaltali OECD meðan að, eins og ég var að benda á, suðrænu ríki Evrópu eru hærri en við, með kannski 37-39%, meðan við erum með 35%, en síðan eru Norðurlöndi með 40-45%, og þar eru líka Frakkland, Austurríki, Ítalía, þú veist að við munum aldrei geta leyst úr þessari gleðinu, þessu gapi. Við höfum geta redda okkur í gegna með því að, þú veist, hlauparhraðar, þú veist, fólk í heilbrigðiskerfinu, fólk í menntakerfinu einhvern veginn heldur öllu á lofti með því að leggja meira á sig. Vextlaunaða verka fólki bara með því að vera í 2 og 3 vinnum. Já, en á endanum þá brotnar svona niður því það er ekki hægt að halda því stöðugt og það reynir á það þegar að við snúumst úr því þegar allt er á uppleið og allt reddast, þegar það reynir á núna í erfiðleikunum af verðbólgunni þó við séum síðan með uppsveiflun og hagvöxtin, að þá er það einhvern veginn
ekki að hjálpa okkur í verðbólgubaráttunni. Þannig að við erum að fá svona blönduna af því. En framundan í haust ættu að vera flóknir samningar. Það eru miklar og ákafar kröfur frá verkefnisreifingunni einhverja kerfisbreytingar. Meðal annars út af þessu sem ég var að segja áðan að sko kerfin okkar eru bara þannig að þau vinna svo mikið gegn fólki. Þeir tekst að bæta kjörðin sko 50 skall á fyrir minnstæði sjálfur sko. Því að það er svo harðar skerðingar og það húsnæðiskerfið er í lamassessi, það er mikil krafa á landsbyggðinu að bæta sko heilbrigðiskerfið. Það ástand er komið hingað á höfuðborgarsvæði þar sem að fólk þekkir sem á erfiðleikum með að fá tíma hjá heimilislækni. En það er ýmsar svona kröfur. Og þetta getur verið bara áhugavert úrlausnarmál fyrir ríkisstjórn sem er bara heilbrigð og í góðu standi. Mjög spennandi, bara mótun samfélagsins. En hún er bara ekki klárið það. Nei, og það er meira sér auðvelt að gera það í hagvexti ef þú hefur pólitíska hugrekkið til að takast á við það að útskýra fyrir fólki að ef við ætlum hér að reka velferðarsamfélag á við Norðurlöndin þá þurfum við að færa skatt innheimtun okkar nær þeim og ef við ætlum að við getum ekki bara sko hækkað laun lækna og hjúkrunarfræðinga til samræmis við það sem er á Norðurlöndunum ef við komum fram úr því ef við heimtum ekki inn tekjur fyrir ríkissjóð til að standa undir því til mótsvæðis við það og hitt er síðan það að sko þetta er auðveldar að gera í hagvexti heldur en þegar samdráttur eftir hrun en það verður líka að koma fólki í skilningum það að sko herrkostnaðurinn af veiru faraldrinum hann er ekkert að fara. Það er engin þrotabú, slitabú að fara að koma og skila hér einhverjum 100 milljarða til að endurgreiða það eins og síðast. Þannig að það liggur allt á ríkissjóðnum í viðbót við verðbólgu og svo erum við náttúrulega sér á parti í heiminum með það að verðtryggja ríkisskuldina okkar svona mikið þannig að meðan að Ítalía og Grikkland geta svona látið hluta af ríkisskuldunum brenna upp í verðbólgunni samhliða því sem að skuldahlutfallið lækkar þegar hagvöxturinn kemur að þá erum við hér einhvern veginn bæði að reikna ríkissjóð með halla og borga meira á ríkissjóði í vexti og skuldinar ekki að lækka þannig að sko þetta er aftur svona annað efnahags hagstjórnar vandamálið sem að verðtrygging og þessi króna veldur. Svo ég má skjóta því þá í tilkynningunni í vor svona efnahagsaðgerðir þá var tilkynnt að það yrði flýtt því að væri settar í gang svona kvaðir á ríkissjóð hvaða mætti skulda mikið og þannig að það verður þá að óbreyttu verður hert mjög á því hversu hratt á að greiða þetta niður og við vitum allt afstöðu Sjálfstæðisflokksins til skattahækkana þannig að það verður allt gert á niðurskurðar. Og þetta veit ekki gott eins mikið og ég hef nú talað fyrir því að hér þurfi að koma fjármálareglunum til samræmis við Evrópu og ekki að bíða með það fram á næsta kjörtímabili eins og ég hafði fullan skilning á í faraldrinum en vegna þess hversu hratt við komumst út úr honum og hversu vel gekk eftir hana þá er það glabræði að hafa þann frest áfram inni. Hins vegar verður að gera greinamuninn þar á reglunum skuldahlutfall og kröfunum skuldalækkun. Evrópusambandi er einmitt að breyta sínum reglum til að milda kröfunum skuldalækkunina ef að það er verið að fjárfesta í betra samfélagi, loftslagsmálum, grænvæðingu, þrótti. Greina minn á fjárfestingu og eyðslu? Já, en sko á hinbógin, hinreglan sko jafnvægið á milli tekna og gjalda sem getur verið aðeins í mínus ef það er hagvöxtur en það má ekki vera fyrir hvað sem er en þar verður sko að svo margt að koma til að takast á við þennan stjórnlausa vöxt í útgjöldum ríkissjóðs sem hefur verið á öllum tímabili núverandi fjármálaráðherra að sko það er eins og að sé einhvers konar lömunarveiki í gangi í ráðuneytinu að takast á við erfið mál og einhvern veginn þetta viðhorfi að það reddist og hins vegar
þegar það má ekki afla tekna að þá náttúrulega stefnir ekki í góða útkomu. Og ríkisútgjöldin náttúrulega sýnileg, en það líka, sem mætti kalla svona ósýnileg ríkisútgjöld sem svona aðferði sem hefur verið notað undanfarið við að endurgreiða fyrirtækjum raunverulega skatta sem við kallaðum nýsköpun, orkuskipti og aðra slíkt, þannig að það flæðir út ríkissjóð líka slíkt sem að kemur eiginlega ekki almennilega fram sem aðgerðir. Þetta skiptir 20 milljarða sem veitt með þessum hætti. Og aftur svo ég vísi í alþjóðlega umræðina, sérstaklega varðandi loftslagsmálum, þá verið að tala það rétt jafnvægi á milli gulrótarinnar og svipunar eins og það kallað að hér einhvern veginn bara hent út gulrótum og ekki að ég sé lindur svipum eða notkun á því, en það verður að hafa aðhald og sko aftur vísa ég Má Guðmundsson í viðtalinu í vísbendingu og stundir aðhaldið felst í að toga inn tekjur en ekki bremsa klárin eða stoppa og skera niður ríkisútgjöld bara til þess að á aðhaldi. En talandi gulrætur og svipur, þá náttúrulega gallinn sá að það eru sumir í samfélaginu sem fá bara gulrætur en aðri fá bara svipuhöggin. En að því að við erum ég ætla að fá enda á ríkissjóðu og því verðum svona að velta fyrir okkur svona þessu ástandi á stjórnarheimilinu og það eru fleiri sem eru byrjað að tala að svona stemmingin eiginlega bara farin og sé ólíklegt að þessi ríkisstjórn geti lifað og við erum svolítið að tala út frá því að ef hún lifi þá hún eiginlega óhæf til þess að taka á verkefnunum sem eru fyrir. Eitt ef við myndum gefa okkur það að verði kosið í haust og þá mun Bjarni Benediktsson mæta til kosningana og tala stórbætta afkomu ríkissjóðs sem að gerist alltaf þegar það mikil verðbólga að þá aukast tekjurnar þess að vasktekjurnar hækka ef það launaskrið þá hækka launatekjurnar það kemur inn miklu meiri að tekjur inn í ríkissjóð á sama tíma og útgjöldin voru öll ákveðin í desember með spá 5,6% verðbólgu á þessu ári, hún fer örugglega upp í 9%, þannig að bara sá munur í ríkisrekstrinum skiptir bara ekki tugum, bara 100 milljarðar. Þannig að ég svona rúmlega 100 milljarðar sem að koma bara bong til en hins vegar, og hann getur komið fram og sagt að það miklu betri afkoma heldur en var spáð, en hins vegar í þessu ástandi þá verður rekstur ríkisins miklu erfiðari sem verið að reyna að keyra hann á samþykktum útgjöldum á meðan að kostnaðurinn hjá ríkisfyrirtækjunum og ríkisstofnunum hækkar jafn mikið og hjá öllum öðrum. Og þarna verðtryggingin annars vegar og hins vegar, þetta svona annars vegar tekjuaukning vegna fróðu og hins vegar tekjuaukning vegna hagvaxtarins. Það 7% hagvaxtur, þannig að og þess vegna það eiginlega alveg bara að nálgast held ég heimsmet að geta ríkissjóð samt með halla Já, í slíku áhrifði. Þegar ég meina Grikkland, því ég segi aftur, lækkaði sína ríkisskuldur 20% stig í fyrra. Já, en ef þú væri svona hálfsturlaður ráðgjafi Bjarni Benediktsson, myndur ekki ráðleikjunum bara fara í kosningar helst svona fyrir október áður en að raunveruleikin springur í andlitið á honum vegna þess að kannski fram að þeim tíma væri hægt að kynna þetta sem góða fréttir sem eru raunverulega ekki góða fréttir. Já. Nei, ég myndi tekur ekki þetta starf sem að bjóða eina ráðgjöfin sem ég væri í skattaráðgjöfin fyrir að bæta tekjuöflun ríkissjóðs raunverulega en ekki bara út frá hagvexti og fróðu og verðbólgu. Þess vegna hann líklega að benda á að þetta sé flótta fólkinu að kenna. Já, og það náttúrulega þegar það helmingur eða ég vil meira en helmingur sem hefur það bara mjög gott og er búin að fá mjög miklar kjarabætur og búin að fá skattaafslátt út á endurbyggingun á pallinum og skattaafslátt á Tesluna þá náttúrulega sá hluti er bara hamingjusamur og ef að það ekki útskýrt almennilega efnahagslega hvað það felur í sér bara fyrir börnin okkar skattgreiðendur á næsta kjörtímabil og skattgreiðendur á næstu áratugum að takast ekki á þetta núna þá hef ég smá ágjör af svona populismanum. Ég verð að syrkja með því að íslensk umræða hún bara næri ekki þessu að koma svona hlutum til skila. Ég get ekki bara dæma því að nefna með flotta fólkið og Bjarni Benediktsson. Hann stendur þarna á tröppunum á Bessastöðum og segir þetta.
Og það var engin fjölmiðl nema náttúrulega samstöðin sem að tóka og reynda að meta það hvert þið væri álagið af almennum hælisleitendum á okkar kerfi. Og ég reknaði út að væri svona 1,3%. Ef þú tekur sko álagið af sko fjölgun landsmanna yfirleitt, álagið af fjölgun ferðamanna yfirleitt og svo tekur enginn allra að hætta að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu. Sjálfstæðisflokkurinn bjó sjálfur til innflutninga fólki frá Venezuela og verður bara að leysa það sjálfur og við getum eiginlega ekki tekið það inn sem svona almennt vandamál. Að þá setur eftir að fjölguninni aukna álag á grunnkerfin okkar út af almennum hælisleitendum þar umfram sem meiri ásóknendur var 2009 fyrir COVID eru 308 manneskjur. Af einhver álagi sem þetta met upp á 26.000 manns. Og það eru öll Evrópuríki að takast á við aukinn flóttamannastraum og sem bara fara að aukast og þau eru reynda líka að takast á við aukinn hernaðarútgjöld sem við sleppum við hér. Ekki ég viss það. Ég held að verði mikil þrýstingur á Íslendinga að fara að auka framlög sín til hermála sem á eftir að auka enn klemmuna sem verið að tala ef þú vilt ekki hækka skatta og vilt loka ríkissjóði að þá lokar því með niðurskurði og opinberri þjónustu plús það að þú þarft að finna peninga til þess að auka útgjöld til hermála. Já, þá verður menn bara búið til verra samfélag en ekki betra samfélag. Það sé hættin. Og það andstætt minni hugmyndum bæði hvað hagfræðin á að vera kljást við og reyndar hvað pólitíkin á að vera kljást við. Þannig að við erum í einhvern veginn svona tvöfaldri þverstæðu og sko fyrir utan að okkar vandi mikið til komin út af því sem ekki búið að vinda ofan af. Þess vegna var svona mikið verið að tala aftur á bak en í raun og veru væri sko nógu mikil ástæða, segjum allt væri á nulli og fínt sko, að þá væri nógu miklar áskorandi framundan til þess að takast á alls konar drastískar breytingar, uppstokkun og svona struktúrbreytingar. Ég meina, það það sem löndin í Evrópu eru búin að vera að gera undanfarin ár. Það það sem að íslensk stjórnmál alltaf snúast en þau snúast hvalveiðar, flóttamenn og áfengi í búðum. Velkomin til Íslands, þú ert búin að vera út í Evrópu. Ég segi bara aftur, ég verð að hætta að koma inn að þetta ómögulegt. Sko. Herðu, gaman að fá þig. Takk. Herðu,